Hvað ef við erum eitthvað að vafrast með útlenska peninga? Hvernig reiknum við hvað eitthvað kostar í útlöndum? Jú, þá þurfum við að vita á hvaða gengi viðkomandi gjaldmiðill er. Þetta voru evrur. Ef ég kaupi buxur á 90 evrur, gengið er 140 krónur. Gengið 140 þýðir fyrir eina evru þarf ég að borga 140 krónur íslenskar. Við gerum þetta í raun þannig. Við erum með íslenska peninga og útlenska peninga. Og ef ég er að breyta úr útlenskum yfir í íslenska, þá margfalda ég. Ef ég er að breyta úr íslensku yfir í útlenda, þá deili ég. Ég get alltaf nýtt mér þetta. Þannig að hvað er ég er með hér og ég margfalda með genginu. Þannig að hér, hvort byrja ég í útlenskum eða íslenskum peningum? 90 evrur eru útlenskir peningar. Ég ætla að fara yfir í íslenska, þá þarf ég að margfalda. Og þá ger ég 90 sinnum 140 sem er jáft og 12.600 krónur. Hvað hér? Kaupi danskar krónur fyrir 30.000 krónur íslenskar. Stendur ekki íslenskar en ætti kannski að gera það. Þá byrja ég í íslensku, ég ætla að fara í útlenskt. Hér á ég að deila. 30.000 krónur deilt með 20. Það eru 1.500 krónur danskar. En hvað ef ég er spurður gengið? Skulum skoða það. Sjáðu hérna. Ég skipti 35.000 krónum íslenskum, fæ 200 pund. Ef ég spurður gengi, þá ger ég íslensku peningana deilt með útlensku peningunum. Hér 35.000 deilt í 200. Ég get tekið 0 út á móti 0, þetta er bara 350 deilt í 2, þetta er 175 krónur sem hvert pund myndi þá kosta. Ef að við erum að skipta peningum eins og hér, kaupi gjaldri fyrir eitthvað nákvæði pening, þá get ég lent í þessi þjónustugjald. Ef það væri til dæmis 1.000 króna þjónustugjaldi hérna, sem er frekar hátt en það er auðvelt í útreikningi, þá þarf ég að byrja á að borga 1.000 kall og fæ þess vegna ekki danskar krónur fyrir nema 29.000, af því það fyrir 1.000 kall í þjónustugjaldið. Þannig að við þurfum að taka tillit til þess ef að það er svoleiðis í demmanum hjá okkur.